Hæ, í þessu myndbandi ætlum við að sýna ykkur hvernig þið búið til Gmail-aðgang. Við viljum undirstrika mikilvægi þess að hver aðgangur er bara fyrir einn einstakling, þannig að hjón skulu ekki gera sameiginlegt netfang. Til þess að búa til Gmail-aðgang, opnið vafrann, farið á gmail.com, veljið búa til reikning og fyrir mig. Hérna þurfum við að stimpla inn nokkrar mikilvægar upplýsingar. Byrjum á því að setja inn nafnið okkar, bæði eiginnafn og eftirnafn, og næst þá veljum við netfangið okkar. Það er góð regla að reyna að gera eitthvað sem er einfalt að muna fyrir þig og aðra og eitthvað sem kennir netfangið við þig. Ef netfangið sem þið veljið er frátekið, þá kemur kassin upp sem rauður, en annars þá bara haldið áfram í að gera núna lykilorð. Gmail setur þær kröfur á að lykilorðið sé að lágmarki 8 stafir í heildina, að minnstu kosti, og innihaldi bæði hástafi, lágstafi, tölustaf og eitthvað tákn eins og til dæmis punkt eða spurningamerki. Þegar þið gerir lykilorð þá er mikilvægt að þið gerið eitthvað sem þið getið munað sjálf, en eitthvað sem inniheldur ekki upplýsingar sem valda því að aðrir geti giskað auðveldlega á lykilorðið ykkar. Þannig að forðist að setja hluti í lykilorðið eins og nafnið ykkar eða nafn á ættingja, dagsetningar og til dæmis afmælisdagum eða kennitölu og svo framvegis. Reynið að semja bara einhverja litla sögu sem einungis þið munið. Þannig að þegar þið eru búin að velja lykilorð, þá ýtum við næst bara áfram. Og núna að auki stimplum við nokkrar mikilvægar upplýsingar sem við getum notað ef við til dæmis gleymum lykilorðinu. Þannig að eitt sem við getum sett inn er símanúmerið okkar og þá þegar við gleymum lykilorðinu okkar þá getum við endursetta gegnum símanúmerið okkar. Við getum líka sett inn annað netfang, þannig að ef við gleymum lykilorðinu okkar þá getum við endursett lykilorðið gegnum annað netfang. Þannig að ef þið eigið til dæmis símnet eða internet.is netfang þá getum við nota það fyrir þennan tilgang. Og síðan setjum við afmælisdaginn okkar og kyn. Þannig að í þessu tilfelli ætlum við að setja inn símanúmerið okkar og svo ýtum við áfram. Nú þegar við setjum inn símanúmerið þá mun Google senda kóða, 6 tölustafa kóða í SMS-i og við þurfum að stimpla þennan kóða inn til þess að staðfesta að við eigum þetta símanúmer. Og því næst þá lesum við skilmálana og samþykkjum þá. Þið getið dundað ykkur að lesa þetta ef þið viljið. Og síðan þegar við erum búin að samþykkja alla skilmálana okkar, þá erum við komin inn í innhólfið okkar og núna getum við haldið áfram að senda tölvupóst. Við undirstrikum líka mikilvægi þess að þegar þið eru búin að stimpla inn allar upplýsingar fyrir Gmail-aðganginn ykkar, að skrifa þau niður og hafa á öruggum stað, þannig að ef þið gleymið netfanginu, lykilorðinu eða símanúmerið sem þið notuð, þá getið þið auðveldlega nálgast þessar upplýsingar síðar meir. Þannig að svona búum við til Gmail-aðgang og í næsta myndbandi ætlum við að sýna ykkur hvernig tölvupóstur eru uppbyggður.